fokkin vísundarnir! Taka þetta challenge upp á allt annað stig. Óli Stefán skellir brúku krem í grímu nási. Erum við ekki allir hérna inn á fokkin fásur? Jæja, Sindrafættir eru mættar í garðin hjá Óla Stefáni. Það er komið að part 3 hjá í áskorunni sem Yngvi Ingólfsson hendi á okkur. Óli ætlar að maka á sig smá brúnkukremi. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta voru nú lítið mál. Ég er nú vanur brúnkukremi. Það er mikil reynsla í brúnkukreminu. Mikil reynsla. En ég hef ekki prófað þetta tiltekna efni, en sjáum hvernig það virkar. Já, ef ekki bara að vippa okkur í þetta. Ég ætla að vera mjög spenntur. Bara ef þið eru klárið, þá er ég klár. Það er hvernig best að bera þetta Vanja mig þegiðu. Vanja. Þetta verður mjög flott sko. Það verður flottur í leiknum á morgun þá. Ég hef ekki ágjörð að leiknum á morgunstráka. Það er brúðkaup hjá systur minni næstu helgi sem ég hef svona meira ágjörð. Ég hef svona að vona að þetta verður nú bara að fara undir þá sko. Ég veit að Yngvi Ingólfsson er búinn að nota sítrónu til að reyna að ná litum úr augabrónum. Þú kannski prófa það? Já. Nú var ég jafnvel að spá að fara í Asington. Svo er bara spurning þegar maður er búinn að tapa baráttunni fyrir hárinu og maður er bara að koma með skalla fyrir hægt og vind og fyrir að snúða sig. Þá er kannski þarf maður að vera bara fastur í þessu. Þú kannski ferð bara í þessa toffæra klippingu sem ég er með sko. Já. Hún er vist að gefa. Hvernig fer þetta að líta úr strákar? Er ég að ná þessu? Þetta er sko, þú ert að bána orðið brotni. Já. Þetta er orðið vel með gott. Ég hef gett satt ykkur svona stuttar sögu meðan ég er að þessu. Þegar ég var á ykkar aldri, spila með Grindavík, þá var ég og Albert Sævarsson og einhverja svona líka og við ákveðum að prófa undir að meðalið Brazilian Tan, ég veit ekki hvort það sé skylt þessu, og prófa svona og mæta í leik sem var sýndur í beinni útsendingu og við skelltum þessu á okkur bara rétt fyrir leik, mættum svona svartir og leikurinn var í beinni útsendingu og það fór ekkert á milli mála, við báðir frekar ljósir svona á hörund, það er sverri og ég skoraði í þessu leik, það var kannski að finna þetta marki á þenn og en hvað nærmynd af mér svona það sjokkeraði margar húsmaðurnar sjá hérna svona ljósan og hörund mann og reyn vel tannaðan og flottan en þeir kölluðu einmitt í stúkunni þegar ég var með boltan þá kölluðu þeir alltaf Bruno Það verður kannski kallað í stúkunni á morgun. Það er spurning. Viljum við ítlum í einhverjum stuðningsmönnum? Svo ég byrði bært að bæja á maður. Já, það er spurning. Jæja, eins og við sjáum þá er Óli Stefán búinn að maka vel af sig af Black og ég verð að segja eins og þetta kemur alveg ótrúlega vel út. Ertu sátt útkomun, Óli? Já, ég bara, það er spurning að ég fái kannski einhverja byrðir að þessu í staðinn fyrir Vilko súpu eða eitthvað svoleiðis. Fyrst þú minnist á Vilko og þá erum við hérna með eðal Vilko kakosúpu, það er kannski vel við hæfi. Hún er góð, ég hef smakkað þetta, þetta er mjög góð. Ekki nóg með það, þá færi líka hérna engar glæsilega Vilko húu. Við viljum Vilko. Við viljum ekkert nema Vilko. Nákvæmlega. Það veit ekki eitthvað svona? Þetta er stórglæsilegt. Þannig að við bara þökkum Óla kærlega fyrir... Gaman að fá kakosúpu svona tilefni áskorunum. Við þökkum bara Óla kærlega fyrir þáttökuna. Þetta er glæsilegt. Sindrafréttir Eru fokkin bestur! Gef mér Vilko vöflu, gef mér Vilko vöflu Gef mér skúffu köku, hafa hana frá Vilko! Það sést hverjir borða Vilko, þeir eru með geðrót